Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við ætlum að fjalla pólitík. Vakið nokkra athygli að hópur fólks í VG telur rétt að slíta stjórnarsamstarfinu, ríkisstjórnarsamstarfinu, telur óráð að bíða með kosningar til vors eða hausts eða hvernig það nú fer. Það er þungavekta fólk í hópi þeirra sem að hafa sett saman tillögu sem verður rædd á landsfundi flokksins aðra helgi. Þar sem að væntanlega þá landsfundar fulltrúar greiða atkvæði þessa tillögu. Það er erfitt fyrir okkur sem erum utan VG að átta okkur á hve mikinn stuðning þessi tillaga hefur. Og þá er nú gott að kalla til mannesku sem hefur þessa skoðun. Halla Gunnarsdóttir, velkomin til okkar. Takk fyrir. Ég segja að það sé þungavekta fólk sem að stendur að þessari ályktun. Ég held að megin alveg segja það sko. Andri Skúlason, Auður Alfífa Ketilsdóttir, Einar Ólafsson, Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, Helgi Hlynur Ásgrímsson, Saga Kjartansdóttir, Steinunn Rögnvaldsdóttir og Sveinn Máni Jóhannesson auk þín. Sko, stærsta spurningin er náttúrulega, við skulum bara byrja á henni. Hvers vegna telur þú brýnt að slíta þessu samstarfi bara sem fyrst? Ég tel að við stöndum frammi fyrir mjög stórum viðfangsefnum í íslensku samfélagi. Ég horfi náttúrulega kannski mest til efnahagsmálana og þeirra svona viðvarandi vandamála sem að þar eru. En ekki bara þeirra. Það eru líka stór atriði í náttúruverndarmálum og útlendingamálum og fleiri svona málum sem blasa við. En sérstaklega hvað varðar efnahagsmálin þá sýnist mér að það sé frekar erfitt eða mjög illviðráðanlegt að takast á við þau innan þessa stjórnarsamstarfs. Og samstarfið til þessa samstarfs var stofnað fyrir 7 árum í ákveðnu svona ástandi og ákveðnu umhverfi í íslensku samfélagi og þeim sem að því standa hefur þótt að ýmis góð mál hafi náðst þar í gegn og ég ætla ekki að rífast við það en ég tel að svona verkefnin sem að núna blasa við að þau sé erfitt að takast á við innan þessa samstarfs. Má þá skilja orðin þannig að þú lítir þannig á sem að það sé einhvers konar limbo inn í ríkisstjórninni sem gerir henni ókleift að takast á við segjum bara sem dæmi efnahagsvandann? Já, ég meina ef við horfum á efnahagsvandann sérstaklega þar sem að stýrivextir hafa nú staðið í sömu prósentutölu í heilt ár hafa verið mjög háir í 2 ár. Einhvers staðar las ég að 4. hvert heimili var að missa fasta vexti núna þessum mánuðum. Þetta er brjálæðisleg breyting fyrir afkomu fólks. Já. Og þar getur maður líka auðvitað tekið leigjendur inn og reyndar líka lítil fyrirtæki. Alla sem að lifa í einhverju vísitölu tengingu sko. Og lausnin hingað til hefur verið að reyna að halda stýrivöxtum háum og síðan að reyna einhvern veginn að kreista þá sem að skulda og þá sem að leigja. Ég vonum að það muni taka peningur umferð og slá á eftirspurn eins og það er kallað. Það hefur ekki skilað sér. Ríkisfjármálin hafa heldur ekki haldist í hendur við þessa peningastefnu og þá spyr maður hvað þarf þá að gera og þá fyrstulega held ég allir séu sammála að það verði að takast á við húsnæðiskrísuna, hún mun ekki leysast af sjálfu sér þannig að það er ofboðslega stórt viðfangsefni. Þarf miðstýrt pólitískt bara neyðarinngrip á hálfu stjórnvalda? Ég myndi telja að við séum í húsnæðiskreppu. Bara vandamálin er á þeirri stærðargráðu. Ég held ekki að smá innspýting hér og þar og að hrista upp gömlu loforðin aftur einhvern veginn að það sé að fara að skila nægilegum árangri. Og þarf að efla hlutverk ríkisins í lausninni? Ég meina það er eini aðilinn sem að getur eitthvað alvöru list þennan vanda eða komið með lausnir inn í hann og hefði þetta átt að vera eitt af stórum málunum í síðustu kjarasamningum en síðan er það hitt og það er sko hvað gerir maður svo til þess að reyna einhvern veginn að slá á verðbólgu þá er búið að segja okkur að það þyrfti að
standa hér að einhverjum hóflegum launahækkunum svo kallum. Verkalýðshreyfingin féllst á þá nálgun þótt að hún hefur verið umdeilanlega hreyfingarinnar og þá voru gerðir mjög hóflegir kjarasamningar, svo hóflegir að við erum að hætta á kjararýrnun í þessu efnahagsástandi. En svo er liðið hálft ár og enn það eru stýrivextir þeir sömu. Og þá segir Seðlabankinn, já við verðum bara að halda áfram að kreista ykkur, bara kreista ykkur svo þið hættið að eyða peningum í eitthvað sem ég veit ekki hvað það er sem við höfum að vera eyði í, en þið verða að hætta því. Þá spyr maður og þá segir hægrið, nei það sem það núna að gera er að það verður að koma til niðurskurður opinberum útgjöldum. Og það þýðir bara að það á að taka meiri gjöld að þeir þegar þú keyrir vegina og eða fer inn á spítalana eða fækka þeim sem að sinna ömmugömlu og þú veist skerða starf leikskólana, þú veist opinber niðurskurður þýðir það. Þú lítur á fjárlögin núna sem niðurskurðar fjárlög. Ég ætla að klára aðeins þessa hugsun svo skal ég svara því. Allt í lagi. Og þá er komið þrýstingur í niðurskurð og þetta kemur frá hagsmunaöflum hægrisins. Ég myndi telja að þú ætlar að taka peningur umferð á Íslandi þá er að gera það sem að sækja á þangað sem þeir eru. Og þá horfum maður inn í efstu tekjutíundina þeir sem að nýta auðlindirnar okkar án þess að borga krónu til samfélagsins. Já, það er nóg að breiðum bökum sem er að græða brjálæðislega á þessu ástandi. Ég meina þar hlýtur neyslan að vera. Já. Því að ég efast hún sé ekki á venjulegum millitekju heimilum sko. Ég held að þau sé ekkert að neyta eitthvað meira en þau hafa verið að gera sko, sem að vætti þá að vera drifkraftur verðbólgunar. Þannig að mér finnst átökin svolítið snúast með þetta og ríkisstjórnin eins og hún er samansett, hún mun ekki takast á við þetta. Nei. Svo aðeins klárum þetta með niðurskurðarfjárlögin. Ertu þeirra skoðanar að þetta séu niðurskurðarfjárlög? Sko, þetta er ekki svona pjúra niðurskurðarfjárlög sem er verið að saksa á, en ef að stóru heilbrigðisstofnanirnar fá ekki fjármagn sem að mæti raunvexti, heldur bara fjármagn sem hækkar í krónutölum þegar fólksfjölgunin er langt umfram það. Þá náttúrulega er það samdráttur í eðli sínu í þeirri starfsemi. Ef að þú veist, og ég tek Landspítal sem dæmi því var nú að lesa skýrslu Ríkisendurskoðunar hann að ef að hann fær ekki fjármagn sem þarf til þess að viðhalda núverandi húsnæði og endurnýja tæki og búnað, þá er það auðvitað niðurskurður. En þetta er ekki svona niðurskurðar fjárlögum sem voru séð í Breitlandi þegar allt er saxað inn að beini. En það er ákallið. Þú veist, það er það sem er verið að kalla eftir á hægri væng stjórnmálana. Og vissulega má segja að þá kannski standa Vinstri græn gegn því inn í þessu samstarfi. En ég bara tel að það sé ekki nóg. Nei. Sko, það kvikna ýmsar spurningar þegar maður hlustar á því segja þetta. Það er náttúrulega mjög stutt síðan þú varst að vinna náið með Katrínu Jakobsdóttur. Er það ekki bara síðast 2020, 2021 eða eitthvað slúðast? Jafnvel 2022? Ég bauð mig fram í alþingiskosningum árið 2017 og var þingmaður VG. Eins og hefur nú verið nefnt á þessari stöðu í skrýtnu samhengi. Og var það í þau 4 ár. Ég var á móti stjórnarsamstarfinu. Ég frá upphafi. En ég fór til starfa með Katrínu Jakobsdóttur til þess að vinna ákveðnum breytingum á jafnréttismálum og það sérstaklega hvað varðar ofbeldi gegn konum. Og vann þar til dæmis til breytingum á réttarstöðu brotaþola, tók þátt í að mynda svona viðbragð við MeToo-hreyfingunni og fjallaði hana í íslensku samhengi. Heldum náttúrulega risa ráðstefnu sem er mjög eftirminnileg. Þegar að ég var búin með þann lista verkefnum sem við höfum sammælst þá fór ég til annarra starfa. Já, og sagan hefst fyrir mörgum árum. Þú varst á sínum tíma aðstofamaður Ögmundar þegar hann var heilbrigðisráðherra. Hvenær hófst saga þín í VG? Ég gekk í VG árið 2003. Já. Þá voru við að mótmæla innrásinni í Írak. Þá voru Kárahnjúkar í uppsiglingu. Þá voru óbúslega mikil einkavæðingar áform og einkavæðingar framkvæmd í íslensku samfélagi. Og þá var líka mjög svona frjó og öflug kvenfrelsis umræðinnan VG sem maður kannski fekk ekki annar staðar nema þá í feministafélaginu. Og það var svona grunnurinn að því að ég gekk til þessa hreyfingu og fann svona mínum pólitísku hugsunum og farveg þar. Og þetta voru slægir sem voru óvinsælir í íslensku samfélagi. Það var ekki vinsælt að segja
að kannski væri Kárahnjúkavirkjun ekki besta hugmynd í heimi. Það var ekki vinsælt að vera málsvari ferðaþjónustunnar eða segja, málsvari náttúrunnar og segja kannski væri ferðaþjónusta góð hugmynd. Og það var ekki vinsælt þegar Ögmundur Jónasson sagði, ég leyfi þeim þá að fara bankana þegar það átt að gera allt til þess að þjóna þeim í aðdraganda hrunsins. Þegar það talaði að fara aftur í rætur VG, þá lítið svo á við sem að fara aftur í þessar rætur. Ummæli Ögmundar hafa elst ágætlega. Þau hafa elst ágætlega, betur en margra. Já, en sem sagt þetta er komið á 3. áratug. Þín vist í VG, 21 ár. Með stuttu hléi, já. Með einhverju hléi kannski, ok. En og frekar stutt síðan þú varst að vinna með fyrrum forsætisráðherra. Svo fer forsætisráðherra, hún ákveður að fara í forsetaframboð sem ekki skilar henni árangri, við vitum ekki hvað hún ætlar að gera næst, en við vitum það að fylgið hefur náttúrulega bara flysast af þínum flokki og við þykjumst vita að við þykjumst geta staðhæft það eftir þessa tillögu ykkar að bara sprengja ríkisstjórnina strax að það séu mjög skiptar skoðanir inn í flokknum það hvort það eigi að halda að sleppa, en að hve miklu leyti sem sagt þessi tillaga sem að þið standið að núna, að hve miklu leyti eða hún á einhverju leyti persónuleg gegn því sem við höfum verið að heyra síðustu daga með að Svandís Svavarsdóttir ætlað að hyggist bjóða sig fram til formanns, Mummi ætlar þá að hætta á þeim stóli og svo vitum við að það er eitthvað svona verið að takast á önnur embætti. Er þetta einhverju leyti, er þetta viðbragð ykkar að einhverju leyti, voruð þið öll miklir vinir Katrínar Jakobsdóttur, er þetta eitthvað því tengt eða kemur Katrín Jakobsdóttir aftur á ykkar vegum inn í stjórnmálin bara að loknum kostningum ef við sprengjum þetta stjórnarsamstarf eða er eitthvað tengingum eitt líka? Nei, þetta finnst mér nú mjög skrullig spurning sem átti sem marga þræði. Er þetta spá í því hvort að við séum á vegum Katrínar Jakobsdóttur í þessu? Kannski ekki alveg beint á vegum hennar, bara svona forvitnilegt að heyra það hvort er einhverja tengingar. Þegar Katrín er horfin, þarna er fólk að reyna að stýra flokknum en þú ert í rauninni að grípa fram fyrir hendur þegar og segja að það er ekki rétt hjá ykkur að þið eigið að halda áfram að vera í stjórn. Já, ég get ekki tekið undir það Í fyrsta lagi bara að segja að þessi tillaga, hún byggir á málefninu og á skoðunum okkar sem aðeins stöndum og alls ekki á persónum og leikandum. Þvert á móti. Já. Það er alltaf fólk sem er að bjóða sig fram til trúnaðarstarfa fyrir VG telji ég sé öflugt og gott fólk. Þeim gengur gott eitt til. Þau vilja vinna að stefnu VG og þau vilja gera það hvert með sína hætti. Við höfum verið í ágreiningi hvort það sé rétt að gera það innan þessi stjórnarsamstarfs utan. Og það mun, og það verður aldrei hægt að segja einhver einn hafi rétt fyrir sér eða rangt fyrir sér í því. En það sem skiptir máli er auðvitað þessi lýðræðislega umræða það hvar við erum stödd og hvort að það sem þarf að gera núna í íslensku samfélagi verði gert innan þessa stjórnarsamstarfs eða ekki. Þannig að mér finnst það vera lykilatriðið. Mér finnst mjög eðlilegt, það er núna fólk að koma tilbaka til starfa. Ég hef mjög lítið starfað innan VG síðust ár og það eru fleiri sem þar eru. Það er fullt af fólki sem hefur farið, einhver þeir eru að koma tilbaka, aðrir er líka fólk að koma nýtt inn og svo fólk sem hefur verið hann allan tíman og er kannski að hugsa hlutin upp á nýtt og þetta finnst mér bara óbúslega eðlilegt að í aðdraganda landsfundar þá komi þessi sjónarmið og þessi umræða upp. Og ég held að það sé, ég hygg að það sé innan allra stjórnarflokkana. Ég meina það var nú bara einhver flokksfundur hjá Sjálfstæðisflokknum daginn og þar sauð upp úr nokkrum stöðum. Og mér finnst það eðlilegt að þessi flokkar eru í krísu, ríkisstjórnin er óvinsæl, það eru óbúslega stór viðfangsefni framundan. Maður sér ekki, maður sér ekki plani út úr því og þá auðvitað. Og ég lít ekki svo á að forista flokks að það séu einstaklingarna sem er að ákveða hvert flokkurinn fer eða hvað hann gerir. Nei. Til þess erum við með þessa fundi og þessir fundir, landsfundir stjórnmálahreyfinga eru æðsta vald hvers stjórnmálaflokks fyrir sig og þar erum við öll jafn.
En hefur þú metnað til þess að fara til æðstu metorða í VG, myndu bjóða þig fram til einhverja trúnaðarstarfa á landsfundunum eftir 2 vikur? Ég komin í VG núna til að taka þátt í því að fara aftur í ræturnar eins og starfandi formaður boðaði. Ég komin í VG núna aftur til svona, mæta aftur til leiks vegna þess að ég hef áhyggjur af vinstrinu. Ég var orðin þreytt af því að sitja heima hjá mér og tuða yfir með þetta hitt og þetta vitleysislegt og finnst eðlilegra ef maður hefur skoðanir að maður láti þó allavega á það reyna að hvort að fleiri séu sömu skoðunar eða sé tilbúin alltaf að taka við röksemdum en taka þátt í því samtali. Þannig að svarið já, þú ætlar að bjóða þig fram til trúnaðarstarfa á vegum hreyfingarinnar. Það var alls ekki svarið, ég veit ekki alveg hvernig þú náði því út úr þessu. Ég bara spyr þá áfram, ætlar að bjóða þig fram? Ég komað inn til að starfa í grassrút VG. Fyrst og fremst í grassrútinni? Það er það sem ég er að gera núna. Einungis? Það er það sem ég er að gera núna, já. En mynduð þið leggja fram þessa tillögu ef þið værið ekki vongóðum að mögulega verðum bara samþykkt og stjórnarsamstarfið springi þá hreinlega, eða eru þið fyrst og fremst aðeins bara til að fá umræðu? Sko ég veit ekki hvort að fólk áttar sig á, sko fólk sem ekki er starfað en stjórnmálaflokka áttar sig á hvað svona landsfundur er. Nei, ég veit ekkert hvað svona landsfundur er. Nei, það koma saman mörg hundruð manns til fundar á 2 ára fresti. Og ráða ráðum sínum. Í aðdraganda þess starfa hópar sem að móta stefnu, skerpa stefnu, ræða saman. Svo kjósum við okkur fulltrúa sem að fara með svona valdið á milli þessara funda. En þarna er kjarnin í hverri hreyfingu. Mér finnst mikilvægt að VG sé hreyfing og við eigum að vera hreyfing vinstra fólks sem að en með þess að vinstra fólks og svo ég var leiða saman, þú veist, fólk sem að brennur fyrir náttúruna, fólk sem brennur fyrir kvenfrelsi og svo friðarhreyfinguna. Þetta eru stoðir VG og við eigum að vera breiðfylking og samansamt fólks með þessar hugsjónir og pælingar. Og þegar ég farið á svona fundi þá hefur alltaf verið alveg brjálæðislega skemmtilegt. Ég átta reyndar því ég var þingfréttaritari tíman, þá fannst mér líka mjög gaman á svona fundum annarra flokka. Þetta er óbúslega gaman þegar fólk bara sem starfar ólík störf út í þjóðfélaginu kemur saman til þess að ræða hvað brennur á þeim og hvað skiptir þau máli. Þarna lærir maður alltaf heil ósköp um viðfangsefni bæði nær og fjarsamfélag og þarna eru ákvarðanir teknar í sameiningu. Þetta er ekki, þú veist, þessi svona gömlu stjórnmálaflokkar eru ekki bara einhverju 2-3 einstaklingar sem ákveða hvernig hlutirnir er að vera og fara eftir því. Og þetta tengir spurningunni þannig að með því að koma með þessa ályktun núna þá fáir þau súrefni og umræðu út allt. Ég tel að við erum bara fulltrúar þarna inni sem að viljum láta reyna á þetta samtal. Við viljum, þetta er það sem brennur okkur. Við teljum að það sé vont að viðhalda þessu stjórnarsamstarfi, við teljum þessi vont fyrir bæði VG og fyrir þjóðfélagið og þetta er vettvangurinn fyrir okkur til þess að fjalla það. Svo getur vel verið að félagar okkar sé á allt annari skoðun og við getum þá tekist á það og og þetta er allt svona með fyrir svona fund, þú veist, 95% sammála þeim sem eru þarna og svo er 5% að vera maður svona reiður og sári við því, sko. En þú veist, en þá tökust við á þá þætti og svo löndum við einhverju niðurstöðu sem er þá lýðræðisleg, sem er þá ákvörðun fundar eins og hvað við ætlum að gera þessa tillögu. Og þetta finnst mér bara gott og heilbrigt ferli. Mun einhver í fórustunni taka þessu illa, segja að það er bara okkar að ákveða það hvort við erum í þessu ríkisstjórnarsamstarfi en ekki þitt? Ég held að sé bara gott að það svari hver fyrir sig í þessu, sko. Ég finnst það heyrt, þú veist, það er eitt sem getur gerst á svona fundum og það er svona þegar fundarsköpin taka yfir. Og það eru svo kallar náttúrulega frávísunartillögur og málsmeðferðartillögur og svona leiðir bara hvað á að gera við þetta efni og þetta getur orðið svona hápólitískt. En auðvitað eru þessi strúktúrar inni í öllum hreyfingum að því að stundum þarf að vera hægt að stoppa umræðu og halda áfram. Þú veist, þú getur ekki talað endalaust um sama málið ef allir eru ósammála endanum þarf að láta það reyna. Eitt af því sem maður svona hefur heyrt er að þetta í lögum VG að það stendur sko að þingflokkur taki ákvörðun stjórnarsamstarfi samráð við flokksráð að þá sé eðlilegast að vera ekkert að ræða þetta heldur vísi þessu bara til þingflokks og það finnst mér algjörlega galin túlkun vegna þess að landsfundir er æðsta valdið og auðvitað eigum við að ræða þetta og síðan þegar það hefur fengið umræðu þá er þetta að taka ákvörðun hvort þetta er heima í ákvörðun þarna eða ekki en landsfundur getur ályktað allt sem honum sýnist og fjallað allt sem honum sýnist og mér finnst það mjög mikilvægt fyrir lýðræðið. Já. Ef Katrín væri enn forsætisráðherra myndirðu
Verður sömu skoðunar með að það ætti að sprengja ríkisstjórnina? Sko ég hef alveg verið á því, ég náttúrulega var á móti þessu frá upphafi og hef alveg verið á því nokkra hríð að þetta gangi ekki lengur. Og ég hef sagt það öllum sem öllu fórstu fólki í VG, sko. Ég hef alveg tjáð þá skoðun mína ítrekað. Ég skil sjónarmið þeirra, og ég ber virðingu fyrir þeim og ég skil alveg sjónarmiðin sem Katrín og fleiri höfðu árið 2017 til ákvað að fara inn í þetta stjórnarsamstarf. Ég var ósammála, við tókumst þá að virðingu, mín sjónarmið urðu undir í hreyfingunni. Það bara allt í fínu, svo fórum við unnum ákveðnum málum og ég er bara mjög stolt af því og það var, þú veist, bara náttúrulega, það var alveg hægt að fara yfir mjög langan afrekarlista VG í þessu stjórnarsamstarfi. Já, svo var líka hægt að fara yfir langan lista yfir mál sem ekki komust í gegn. Já, ekki komust í gegn og bara mjög alvarlega hluti sem að gerast. Ég meina, ég tel að það hvernig hefur verið haldið á valdi Íslands gagnvart þessu málefnum Palestínu hafi ekki verið í takt við utanríkisstefnu Íslands og bara mjög alvarleg. Ég tel að það sem að gerast í einkavæðingu húsnæðis fyrir hjúkrunarheimila sé hryllilegt, þú veist, það sem er verið að bara búið til krana fyrir einkaaðila í ríkissjóðs. Það er fullt af svona málum og það er alltaf hlutverk þeirra sem eru í stjórnmálum hverju sinni að vega og meta, þú veist, eru málamiðlarnar og miklar eða ekki. Ég hef talið að þær séu miklar. Ég skil alveg hina sem segja að sjáðu þetta. Ég meina, þetta eru bara ólík sjónarmið að takast á. En einhvers staðar þurfum við núna að standa, þú veist, andspænis þeim verkefnum sem eru núna og segja, getum við tekist á við þau innan þessa stjórnarsamstarfs eða ekki. Þú ert líka varaformaður VFR og þú hélst ræðu, nokkuð magnaða ræðu held ég að flestum hafi fundist sem að hlustuðu á því þarna á Austurvelli daginn og ef ég mann rétt þá einmitt sagður þar lifi frjáls Palestína og sumir höfðu orði af því að hér siturðu sem vinstri græn og þú vilt breyta vinstri grænum og sumir höfðu orði sko að VG varð einhvern veginn og hefur verið settlegur teboðsklúbbur sem í huga margra og Íslendingar sjá ekki þörfin á VG vegna þess að sko prinsipin, hugsjóninnar, hávaðin, tilfinningarnar, ástríðan, þetta einhvern veginn virðist hafa vikið og er ein ástæða þess að þið komið núna fram með þessa ályktun sem að hefur náttúrulega fengið töluverða athygli og mun gera það og hleypir svona nýri spennu í ríkisstjórnarsamstarfið. Augljóslega, þetta kemur innan úr einum stjórnarflokkana þriggja og þið eruð engir aukvisar í pólitík sem að berið þetta upp. Eru þið með þessu að reyna að knýja fram þetta gamla sem ég var að tala að mörgum liðin svo hefði bara týnst, hefði bara feitað út ástríðan, harkan, prinsipin, vígorðin, slagorðin, róttæknin? Ég veit það ekki. Ég allavega í mínum stjórnmálaafskiptum, hvort sem að þau eru á vettvangi verkalýðshreyfingarinnar eða hefðbundinna stjórnmála eða félagasamtaka, reyna alltaf að vera trú þeim málefnum sem að skipta mig máli og þar eru, þú veist, eins og ég sagði áðan, ég kom inn í VG 2003 þegar við vorum að mótmæla Íraksstríðinu og ég er það ung, ég er 22 ára og þetta hafði bara mjög mikil áhrif á mig að vera þarna í samfélagi fólks sem var að reisa þú veist, reisa í rauninni kröfur gegn stríði og mér finnst friðarhreyfingin eiga undir mjög mikið högg að sækja í heiminum veist, og líka á Íslandi, þú veist, það er bara komin bara svona vígvæðingar stemming í alla og ömmu þeirra og svarið er, þú veist, svarið liggur í passifismannum, miklu meira heldur en í militarismannum að mínu mati og svo finnst mér auðvitað það er ekki hægt að sitja þegar að eiga sér stað þar sem að Sameinuðu þjóðirnar kalla líklegt þjóðarmorð þegar að eiga sér stað stríðsglæpir í beinni útsendingu ofbáðslegt ofbeldi gagnvart fólki sem er búið að vera kúað áratugum saman þá finnst mér að það eigi bara að vera eitt af aðal viðfangsefnunum þú veist, og ég, þegar við vorum nú með málþingi í VFR niðurskurðstefnu síðustu viku og þá byrjar aðal fyrirlesarinn að segja ég ætla að byrja á því að hafa orð á því sem er að gerast í Palestínu og ég hugsaði að það liggur við að maður ætti að byrja allar ræður, allt sem maður segir, allar greinar á að segja áður en lengur haldið þá ætla ég að hafa orð á því sem er að gerast í Palestínu
og þar, þú veist, það VG sem ég þekki sko og og það VG eins og ég vil hafa hreyfinguna og ég vil bara segja sko hreyfingin, þú veist, svona stjórnmála hreyfingar eru saman okkar sem erum í þeim sko, við eigum þetta saman og við erum bara öll í rétt há sem félagar inn í þessum hreyfingum og veist, og það síðan ykkur fulltrúar sem starfa og eitthvað svona, en mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt í svona lýðræðisstarfi. Þannig að þegar fólk situr heima og kannski kjósendur eða fyrir kjósendur VG og segir, ég hafa bara ekkert á sem fundi veist, mín hugðarefni, þá ég segi, já, kannski ættir að koma á fundin og mæta með þín hugðarefni og það það sem ég að gera. Já. Svona rétt í lokinni, ég sagði hér í inngangi að það var erfitt fyrir okkur sem ekki erum í flokknum að meta það sko að hve miklu leyti eða hve mikinn stuðning þessi tillaga gæti fengið. Hvert svona þitt mat á því og hvað hefur gerst síðan þetta var fréttamatur, þessi ályktun? Já, kannski rétt að taka fram að reglur VG gera ráð fyrir því að maður þarf að skila svona ályktunum með drögun með talsvöldin fyrirvara og við þurftum að skilja held ég í byrjun september þannig að það hún alveg búin að malla hann inn í stofnunum flokksins í smá tíma ég verður að segja, ég bara veit það ekki, þú veist, við förum bara inn, reynum að færa rök fyrir okkar máli, hlusta á, þú veist, rök annara, kannski landast einhver niðurstaða, kannski verður þetta í ósátt, þú veist, þar sem að, þetta fellur einhvern veginn, en ég held að fari bara rosalega eftir hvernig fólk svona tekur á þessari umræðu. Og svo þetta verið að kjósa nýja forystu, þú veist, þannig að það rosalega margt upp í loft sem þarf að lenda á þessum fundi. Hefur engin ráðherra VG sussað á því í dag? Í dag? Nei, ekki í dag. en eftir að þessi tillaga kom fram? Sko, ég myndi ekki túlka það að fólk sussi á mann. Samt segir andlitið á þér eitthvað allt annað núna? Nei, þetta fólk sko með ólíkar skoðanir og þú veist, og við hef alveg átt samtöl og fengið skilabúð og svona þú veist, skoðanir annar á þessu. En þú veist, og ég meina, ég hef alveg rætt þetta við starfandi formann VG. Þú veist, hann á annarri skoðun, hann innan þessa stjórnarsamstarfs og styður það. Við áttum bara mjög hreinskiptið og opið samtal þar sem að var bara borin virðing fyrir ólíkum sjónarmiðum sko og ég kann vel að meta það og mér finnst það sjálfsagt, það finnst mér mjög eðlilegt. En því myndi fylgja mikið hjartasár fyrir þig ef VG myndi bara liðast í sundur og það yrðu engir þingmenn að loknum næstu kosningum eða eitthvað? Ég held nú ekki að ég fái hjartasár yfir stjórnmálhreyfingum sko, en mér finnst ekki gott fyrir Mér finnst ekki gott fyrir vinstrið ef VG liðast algjörlega í sundur. Ég held ekki, svo getur vel verið sprett eitthvað annað upp og það verður bara frábært. Þú veist, meina stjórnmálaflokka með alveg koma að fara, sko. Þú veist, það allt í fínu lagi og fólk má færa sig til og þvælast á milli en þarna, þú veist, þetta bara staðir sem ég hef fundið hugsunum mínu farveg. Þú veist, unnið bæði launuð og ólaunuð störf í þágu þessara hreyfingar, áslatta texta í stefnu þessara hreyfingar, þú veist, og þannig að mér finnst eðlilegt að ég láta það reyna fyrir mitt starf persónulega. Og þið langar að draga verkalýðshreyfinguna aðeins meira og aktívar inn í VG heldur en kannski hefur verið, eða hvað? Nei, mér langar bara að fólk finni sínum skoðunum og hugsunum farveg þar sem því líði vel, sko. Ég vil hins vegar gjarna að draga VG meira inn í verkalýðshreyfinguna, það alveg frekar í þá átt þú veist, að þær rætur svona vinstriflokks séu virkar og virtar. En það sem fyrst þú spyr svona fallega hvort að hvað mér langar, þú veist, mér langar og fólk í kringum mun geta staðfest það, mér langar rosalega mikið eða bara gott og öflugt fólk sé virt í stjórnmálum. Ég held að það skiptir rosalega miklu máli að fólk tæki þátt, finni sínum pólitísku hugmyndum og hugsunum farveg og og að við svona virkjum lýðræðisþroskan þar sem við tökumst á. Ég tel að því fleiri sem tæki þátt, því betri stjórnmál fáum við, sko. Því að þá erum við bara með fleira fólk, fleiri skoðanir og bara meira líf. Já, og erum við sammála að rödd verkamannsins og þeirra sem vinna með höndunum, hún veik inn í þessu ríkisstjórnarsamstarfi? Ég kann kannski ekki alveg að meta það. Ég held að rödd verkafólks verður almennt undir í íslensku samfélagi, eins og öllum öðrum samfélagum. Rödd láglaunafólks verður það líka og og ég meina innan VR, þú veist, þar erum við með hópa sem starfa bara á mjög lágum kjörum, sko. En síðan getur þú líka verið með þú veist,
ég meina, heyrist rödd millistéttarinnar mikið, heyrist, skilur, ég veit ekki alveg hver á hvaða rödd hvar, sko. En ég tel að þau hagsmunamál sem varða almenning, sem varða okkur 90%. Ég tel að það sé of mikið í stjórnmálunum sem fókusur á sérhagsmuni og ekki almannahagsmuni og það sé opaslega mikilvægt að eftir næstu kosningar, hvenær sem þær verða, að þá verði almannahagsmunir í fyrsta sæti. Mér finnst það vera markmiðið. Og ef þú værir í beinu talsambandi við, ef þú værir framsóknarmanneskja en með þínar skoðanir og þú værir í beinu talsambandi við Sigurð Inga, þá myndir þú telja brýnt að koma á frekari skattheimtu hjá breiðustu bökin samanber það sem þú varst að segja. Já, ég meina, ég tel að verði, ef að það á að taka peningur umferð, þá tel ég að verða að taka á þar sem þeir eru. Þú veist, ég meðist það vera svona lykilatriði. Og ef að það er þörf á niðurskurði, þá finnst mér að við eigum frekar að fara þá leið að finna fjármagni þar sem það er til að við eigum sterka og öfluga innviði. Þú veist, mér finnst skattlagning er aldrei markmiði sjálfu sér. Skattkerfið er eins og að tæki til þess að bara mjög mikið efnaðarstjórnunartæki og jöfnunartæki og það að beita því þannig og líka bara til þess að við eigum fjármagn fyrir því sem við þurfum að gera og við hljótum alltaf að byrja að spyrja okkur hver eru verkefnin, hvað er það sem við viljum og þurfum að gera og síðan er tæknilegt úrlausnarefni hvernig við fjármögnum það og þá viljum við þetta gera það þannig að það sé sanngjarnt og réttlátt og ítundur jöfnuð. Ljómandi. Kæra þakki fyrir komuna Halla Gunnarsdóttir og gangi ykkur vel með þetta erindi á landsfundinum aðra helgi. Takk fyrir það. Hvar verður fundurinn? Í Víkingsheimilinu í Reykjavík. Já, einmitt. Nú við förum úr þessum sálmum yfir í allt aðra hluti. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.